Ég heiti Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir og er stofnandi og framkvæmdastjóri Köruconnect. Kveikjan er nú löng og tengist því að ég er bæði með bakgrunn sem námssálfræðingur og stjórnmálamaður og þetta saman kallaði á mikla þörf að skrá og bæta aðgengi að hjálp bæði barna og fullorðinna. Úr þessu varð til fyrirtæki sem heitir Trappa sem eru talmeinafræðingar sem sinna þjónustu á netinu fyrir börn út allt land og upp úr því varð svo til hugbúnaðurinn Kara sem við erum búin að vera núna að forrita í 5 ár og er vinnustöð, stafræn örugg vinnustöð fyrir sérfræðinga í velferðargeiranum og heilbrigðisgeiranum. Við erum 10 starfsmenn og erum búin að ná talsvert miklum árangri hér á Íslandi. 80% af sálfræðistofum á Íslandi nota Köru að einhverju eða öllu leyti. Við erum í 4 stórum sveitarfélögum og mörgum stofnunum og inn í hugbúnaðinum eru ríflega 2000 sérfræðingar. Það tekur alltaf mestan tíma að reyna að fá fjármagn því að það er lykillinn að því að svona verkefni lifi. En það hefur líka gengið vel. Áskorunarnar voru kannski þær að við sáum einhverja framtíð sem að gömul kerfi eiga erfitt með að aðlagast. Hugmyndin var skýr öllum en innleiðingin sjálf hefur alltaf verið mesta hindrunin og við sjáum náttúrulega mjög mikla breytingu eftir COVID. Þannig að fyrir COVID var þetta mjög erfitt verkefni en eftir COVID, já núna, að þá hefur breyst til muna hugmyndafræðin og skilningur fólks á hvað er að fara að gerast í tækni. Nýsköpunarsjóður kemur á borðinu í 2019 og við áttum stutt og gott samtal hvað vantaði og hvernig við sáum þau koma á borðinu. Og þau komu sem fjárfestar á mikilvægum tíma og hafa reynst alveg sérstaklega hjálpsöm í öllum ferlum undanfarin ár. Og núna erum við í svona markaðsinnkomu vinnu á Írlandi og við sjáum að það gengur bara frekar vel að kynna hugmyndina og verkefni þar. Já, við erum hjá Köru rosalega ánægð með aðkomu Nýsköpunarsjóðs og þakklát fyrir þann stuðning sem það hafa veitt okkur. Óumbeðin og beðin í gegnum þessi síðustu ár.